Sæl verið öll, Þorvar Atli heiti ég, starfa hjá fastanefnd Íslands gagnvart Sameinuðu þjóðunum hér í New York. Starf mitt felst í því að vera ásamt öðrum fulltrúar Íslands gagnvart Sameinuðu þjóðunum í hinum ýmsum málum. Ég sé mestu leyti mannréttindamál og mannúðarmál, jafnrétti kynjanna og önnur slík skemmtileg mál. Helsti kosturinn sem ég sé við starfið er það að fá að vera hér í New York með öllum þessum fulltrúum allra þessara ríkja, 193, með okkur meðtöldum. Og þar liggur einmitt styrkur Sameinuðu þjóðanna. Það er allir við sama borð og allir mættir til þess að tala um ýmsum mál sem er hjá okkur hver einasta degi. Ég vona þið góðan dag og fagnið afmæli Sameinuðu þjóðanna á viðeigandi hátt. Góðan daginn. Birkir heiti ég og starfsmaður Sameinuðu þjóðanna. Ég byrjaði 1994 og ætlaði þá í 1 ár. En friðargæslan tók mig áfram frá einu verkefni til annars. Þetta varð að ævistarfinu mínu sem hefur leitt margt gott af sér. Sumt mjög gott. Starfsviðið er að sjá til þess að friðargæsluliðar og tengdir aðilar komist á milli staða og til að gera vinnuna sína. Farartækin séu í lagi, olía, dekk, varahlutir til staðar, einnig að fólk ekki tækjum nema hafa staðist próf. Helstu vinnusvæði hafa verið Króatía, Kraína, Bosnía, Serbía, Makedónía, Vestur-Sahara, Kosovo, Líbería, Mali og núna er það Mið-Afríkulýðveldið. Fjölbreytnin hefur verið mikil á ólíkum stöðum, ólíkum menningarheimum, misgott öryggisástand og oft breyttar aðstæður með mjög skömmum fyrirvara. Jón Ingi Herbertsson heiti ég og hef starfað við upplýsingadeild Sameinuðu þjóðanna í tæp 20 ár. Ég leiði teymi sem hefur tvíþætt hlutverk, annars vegar að hvetja kvikmynda og skemmtiðnaðinn til að taka fyrir þessi stóru málefni sem að Sameinuðu þjóðirnar eru að vinna að. Við hefum því unnið töluvert með framleiðendum í Hollywood og í öðrum löndum. Hinn ánginn af okkar starfi er að halda utan það starf sem að svo kallað er boðberar friðar eða Messengers of Peace inn af hendi til stuðning Sameinuðu þjóðunum. Þetta eru þekktir einstaklingar úr listum, íþróttum eða skemmtiðnaði sem að í raun beita frægð sinni til að vekja athygli á málefnum sem að það hefur helgað sig. Sá síðasti sem hluti sem nafnbót var Leonardo DiCaprio sem að helgar sig gróðurhúsaáhrifum og hlýnun jarðar. Takk. Til hamingju með afmælið, kæru landar. Nafnið er Páll Ásgeir Davíðsson og ég tala til ykkar frá UNAMID, höfuðstöðvum friðargæsluverkefni Sameinuðu þjóðanna í El Fasher, Darfur í Súdan. Árið 2012 þá kom aðritari Sameinuðu þjóðanna, Ban Ki-moon, á fót það sem heitir Global Focal Point for Police, Justice and Corrections. Punkturinn er sá að það er sama hvað þú vinnur að, réttindu kvenna, réttindu barna, efnahagslegri uppbyggingu, frið og öryggi, þá er réttaröryggið grundvöllurinn, með lögum skal land byggja. Þess vegna þarf verulega samhæfingu allra þessar stofnana að öllu því varðar uppbyggingu réttarríkisins. Ég starfa fyrir þennan Global Focal Point og mitt verkefni hér í Súdan er að koma á stað samstarfi þessara stofnana í að byggja upp réttarríkið og það hefur gert með því að stofna í fyrsta skipti í sögu Sameinuðu þjóðanna vettvang, fund, það sem heitir Rule of Law Coordination Group sem er að vinna að þessu sérstaklega. Ég heiti Helena Ólafsdóttir, ég er að vinna hjá þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna í New York. Ég vinn hjá Sameinuðu þjóðanna síðan 2007 þar sem ég byrjaði í Afganistan og svo í Írak. Núna er ég aðalega að fást í mín sérgrein eru öryggismál, lögregla og dómsvald. Ég er að þróa þessi
þetta í ríkjum þar sem eru aðalega átök og stríð. Þannig að ég til dæmis að fást við Sómalíu, ég að fást við Súdan og Suður-Súdan. Nýlega var ég í Suður-Súdan fyrir hönd Sameinuðu þjóðanna þar sem við vorum að endurskrifa nýja ályktun, öryggisályktun fyrir Sameinuðu þjóðirnar. Þannig að mitt starf svona oft felst í því að vera send út í feltið og svo að koma aftur til New York þar sem við endurskrifum þessar ályktanir. Ég heiti Broddi Sigurðarson og ég starfsmaður Sameinuðu þjóðanna. Ég vinn á aðskrifstofunni New York og hef vunnið þar undanfarin 10 ár. Ég vinn að málefnum og réttindum frumbyggja. Vandamálið að frumbyggjar eru á meðal fátækustu þjóðfélagshópana út allan heim. Þeirra menning og þeirra tungumál eru víðsvegar í hættu og þeir búa yfirleitt á löndum þar sem er hart sótt að í náttúruauðlindir eins og gas, olíu, timbur og aðrir málmar. Þetta veldur því að það er oft brotið harkalega á mannréttindum þeirra. Frumbyggjar eru út allan heim, það eru 370 milljónir frumbyggja í öllum heimsálfum. Ekki bara í Norður-Ameríku og Suður-Ameríku sem fólk þekkir, heldur líka í Asíu og Afríku. Teymið sem ég vinn með, við vinnum fyrst og fremst að greiningavinnu og við leggjum fram leiðbeiningar og ráðleggingar sem fara í Sameinuðu þjóðakerfið og til aðildarríkjanna sem eiga að stuðla að bættum samskiptum frumbyggja og stjórnvalda, en fyrst og fremst að bættum lífskjörum fyrir frumbyggja og eiga að stuðla því að mannréttindi frumbyggja séu virt. Það fyrir mig þetta meiri háttar forréttindi að fá að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar og fá að vinna þessum mikilvæga málaflokki. Hæ, ég heiti Stefán Stefánsson, ég vinn fyrir svæðisskrifstofu UNICEF í Rómönsku Ameríku og Karibahafi og sit hér á skrifstofunni minni í Panama. Ég Regional Chief of Partnerships, sem þýðir að ég ber ábyrgð á allri samfélagslegri ábyrgð með fyrirtækjum, fjáröflun hjá fyrirtækjum og fjáröflun meðal almennings. Við erum með yfir 500.000, ætli við náum ekki að fylla 600.000 mánaðarlega styrktaraðila á þessu svæði í lok ársins og við náum að safna ábyggilega rétt rúmlega 80 milljónum, 80 og lítur út fyrir að við safna svona 85 milljónum dollara á þessu ári. Og við vinnum hér náið með öllum öðrum á skrifstofunni í því að reyna að tryggja fjármuni fyrir verkefni UNICEF í Rómönsku Ameríku. Og ég búinn að vera hér í þessu starfi núna í rétt rúmt ár, ætli þessi ekki svona ár og 2 vikur, svoleiðis. Þannig að ég bið bara fyrir kærri kveðju heim og vona að þið hafið það öll mjög gott með sólarkveðju frá Panama. Bless, bless. Kæru samlandar og samstarfsmenn víða heim. Ég heiti Helga Leifsdóttir og starfsmaður Sameinuðu þjóðanna hér í aðalstöðvunum í New York. Það gleður mig mjög að geta fagnað 70 ára afmæli Sameinuðu þjóðanna með ykkur öllum í dag, til hamingju allir. Ég man ekki svo langt sjálf, en ég get gefið ykkur stutta mynd af þeim 11 árum sem ég vinni hjá Sameinuðu þjóðanna. Fyrst var ég starfsmaður á skrifstofu mannúðarmála, OCHA, og síðan færði ég mig yfir á skrifstofu upplýsinga fyrir 6 árum þar sem ég stýri 25 manna deild undir heitinu Þekkingarlausnir og grafísk hönnun. Ég rek meðal annars intranet Sameinuðu þjóðanna sem 50.000 starfsmenn hafa aðgang að, en mitt fólk hannar einnig allar grafískar lausnir fyrir stefnumótunarverkefni framkvæmdastjórans og eitt af mörgu verkefnum var afmælisverkefnið, eins og þið sjáið hér afmælislógóið og allt sem því fylgir. Í 14 ár þar áður vann ég hjá Alþjóða Rauða krossinum og oft í Sameinuðu þjóðirnar, mikið á stríðssvæðum í Miðausturlöndum, mörgum löndum Afríku og Evrópu. Sem íslensk kona móði 2 barna og 3 fósturbarna, alin upp og mótuð á Íslandi í menningarheimi með djúpar rætur, þá var markmið Sameinuðu þjóðanna alltaf höfðað til mín. Og það þess vegna sem ég tel að sterkar sameinaðar þjóðir finni betri lausnir. Takk fyrir.